raunverulegum prófspurningum sem verða á prófi seinna svo að þeir sem mæta í salinn geti séð það. Bíðum í smá stund á meðan þið takið inn. Ok, þá. Góðan daginn og velkomin inn í þennan síðasta tíma í gagnaskipan á þessu vetri. Ég var einhver að sakna þess að sitja hérna hjá ykkur og króta upp myndir sem enginn skilur og fara í gegnum þessa gríðarlega mikilvægu hluti fyrir námið ykkar. En til þess að okkur gangi öllum sem allra best á prófinu þá langar mér núna bara til þess aðeins að taka samantekt og yfirlit yfir það efni sem við erum búin að fara í gegnum. Aðeins svona til þess að rifja þetta upp, setja þetta pínu inn í ramma og sjá svona hvað það er sem við erum raunverulega búin að gera, hvað þarf að leggja áherslu á. Ég ætlaði einhvern veginn að taka saman þarna nákvæmlega hvað þarf að lesa á svona, en ég sé að ef þið farið bara inn í kennsluáætlunina á MySchool þá eru kaflarnir þar undir því sem við erum með, þannig að það eru kaflarnir sem þarf að lesa. Ef þið skoðið hljóðglærurnar, þá eru glærupakkar með sumum þeirra, sem alltaf þegar við byrjum umfjöllun á einhverju, að þá er glærupakkin með. Flestar þeirra glæra eru einfaldlega glærur upp úr tilteknum kafla í Savage-bókinni. Þannig að þetta leiðir ykkur mjög mikið í gegnum það sem þið þurfið að lesa. Ég held að sé heppilegra að horfa bara á þetta þannig. Þið skoðuðu kennsluáætlun og þá er ég ekki að gleyma neinu hér, þá er ég ekki skaðabótaskyldur fyrir því að hafa mögulega gleymt einhverjum greinum eða eitthvað svoleiðis hérna. En við skulum bara til að byrja með líta sem svo á, og ég get skrifað eitthvað hérna upp, bara samantekt námskeiðs til að hafa eitthvað hérna á skjánum fyrir en hvítan skjá fyrir þá sem eru að horfa online. Að lesefnið, það er annars vegar kennsluáætlunin á MySchool, það kemur bara fram hvaða greina þarf að lesa. Það sem er ekki Savage, það er vísað í hinar bækurnar. Önnur þeirra sem það er vísað allavega í bók sem hægt er að fá leigða eða lánað online eða lánað á bókasafninu eða viljið glöggva ykkur á því, ef að glærurnar og það sem við höfum gert og forritunarþjálfunin er ekki nóg. En að sjálfsögðu er forritunarþjálfun í öllu þessu efni þar sem að kemur til með að hjálpa ykkur langmest á prófi. Það er að setjast niður og annaðhvort forrita verkefnin aftur eða þar sem einhver æfingaverkefni að forrita þau eða hreinlega láta ykkur detta í hug aðrar leiðir til þess að forrita þessu hluti. Með þessa gagnagrindur þá er ekkert margt í rauninni, það er forritaði hashmap sem tekur inn contacts, eða getur breytt því forritaði hashmap sem tekur inn int, forritaði hashmap sem tekur inn einhvern annan klassa sem þið viljum vera með, game points eða eitthvað, þið getur tekið hluti úr lokaprófunum hlutaprófunum og lokaprófunu frá því í sumar. Á öllum þessum prófum, ykkar hlutaprófum, lokaprófunum frá því í sumar sjáu þið dæmi um prófdæmi, þannig að þjálfið ykkur bara á því að forrita þetta og ef þið eru búin að forrita þetta allt og hafið tíma ennþá til að æfa ykkur undir prófið, haldið áfram að forrita það. Þannig að kennsluáætlun á MySchool, glærupakkar með hljóðglærum, það eru svona hljóðglærurnar safn sem ég á þá við. Engir glærupakkar með fyrirlesturunum mínum og þetta í rauninni getur leitt ykkur í gegnum það sem þið þurfið að lesa. Ef þið viljið glöggva ykkur betur á einhverju þá eru 3 bækur þarna sem að miklu leyti covera sama efnið, allavega alltaf efninu er coverið í þessum 3 bókum. Þið getið flett upp á netinu og fundið skýrar umfjallanir þar. Ef ykkur finnst orðalagið mitt og orðalagið hans Hrafns og orðalagið við bókinni allt ekki alveg verið að negla þetta, þá getið þið bara að töga hvort að einhver á slashdot hafi náð að útskýra þessu hluti pínlítið betur fyrir ykkur. Þannig að þetta í rauninni bara lesefni. Farið í gegnum kennsluáætlunina á MySchool og glærupakkanum í hljóðglærunum. Þetta leiðir ykkur í gegnum þá kafla sem að þarf að skoða. En númer 1, 2 og 3 er þjálfun í forritun. Það á eftir að hjálpa ykkur líka svo miklu meira í prófinu sjálfu, í forritunarverkefnunum í prófinu, ekki bara að skilja efnið og geta klárað ykkur á því að forrita þetta, heldur hafa svolítið þjálfun í því að forrita þetta til þess að það taki bara pínu styttri tíma. Ég reynir náttúrulega að setja upp prófið þannig að ég verið hægt að leysa það þokkalega þægilega innan þess tíma ramma sem er gefinn ef að þið þekkið efnið, en öll forritunarþjálfun kemur til með að hjálpa ykkur að vera fljótari með ákveðin dæmi og þá hafið þið bara rýmri tíma í prófinu og þetta verður þægilegra og viðráðanlegra fyrir ykkur. Megasens. Þannig að hafa einhverja spurningar með þetta, með lesefni, síðan ætla ég í rauninni fara bara svona í gegnum það sem við höfum lært, það sem við farið í og hvað við ættum að leggja áherslu á í hverjum parti. En finnst ykkur þetta of cheap hjá mér að vísa bara í kennsluáætlunina á MySchool og glærupakkana? Þannig að þetta er það.
þjálfa ykkur í forrituninni, verkefnin eru online, undir annað efni hef ég bætt við verkefnum. Ég á eftir að bæta inn lausn við lokaprófinu frá því í sumar og ég á eftir að bæta inn lausn við VAF8 verkefninu, síðasta verkefni. Það kemur inn núna í vikunni. Þá held ég að allt sé komið, séu konar lausnir við öllum þeim æfingaverkefnum og prófverkefnum sem eru inni á vefnum. Þannig að undir annað efni hérna. Undir annað efni finnið þið æfingaverkefni. Hvað annað erum við með? Hlutapróf, eða verkefni eða hlutaprófum. Þannig að í vikunni. Seinasta prófið ætti alveg að vera on time. Það er algjörlega upp á mig að klaga hvað þriðja verkefnið hefur tafist og ég hef ætlað mér að ná að klára það en það bara þessar síðustu vikur að þá er mjög þétt að gera í öllu hjá öllum bæði nemendum og kennurum. Þannig að ég skal taka það algjörlega á mig að það hefur tafist en þau koma bæði núna í þessari viku á réttum tíma. Það er að segja að það fyrra ætti að koma bara á réttum tíma. Eða hitt, þetta er inn í vikunni. Má sjá, verkefni af hlutaprófum, lokapróf, sumar 2016 og þarna lausnir við þessu. Þetta er ekki sirka það sem að þarna undir annað efni. Og svo sjálfsögðu eru lausnirnar við verkefnunum sjálfum undir bara verkefnunum. Það eru bæði verkefnislýsingarnar og verkefnin, og lausnirnar. Þannig að já, spurninga varðandi þetta, varðandi lesefni eða hvar það er aðgengilegt. Er það ekki nokkuð klárt bara að það efni sem þið hafið? Já. Þið eru með eitt gamalt lokapróf vegna þess að það er einu lokaprófi sem ég hef lagt fyrir í þessum áfanga. Má ég sjá, ætli sé ekki einhvers staðar undir prófabanka eða einhverju svoleiðis sagt að ég í rauninni hef ekki aðgang sjálfur að öðrum eldri lokaprófum, eða ég geti farið og grafist fyrir það en þannig að þetta var í rauninni það sem ég hafði í höndunum, það var mitt eldra lokapróf. Mér finnst kannski eðlilega að ég leggi sýna ykkur það því að þá getið þið séð svona sirka hvernig ég myndi gera það. Ég getið séð þar að þetta er bara eins og sirka 2 hlutapróf, þetta er nákvæmlega eins uppsett, það eru einhverjar spurningar að það eru forritunarverkefni, það eru bara sirka 2 fleiri heldur en voru á hlutaprófunum. Inn á prófabankanum. Þannig að þá hafið þið það. Þið hafið sumar 2016 sem er þá frá mér. Þannig að maður sjá. Eldri próf að sumar 2016 er próf sem ég lagði sjálfur fyrir. Síðan eru vor 2014, vor 2015 og haust 2015 segi ég. Það eru þá aðrir kennarar og það er inn á prófabanka. Ok, þannig að raða þessu öllu saman og tekið myndir af þessu og setja þetta inn sem glærupakka eftir á. Ok, þannig að þetta efni hafið þá aðgengilegt. Þið hafið prófin inn á prófabanka, þið hafið mitt próf bæði spurningarnar og forritunarverkefnin frá því í sumar. Má ég sjá, er eitthvað annað sem þurfum að passa að sé aðgengilegt? Ég held ekki í bili. Þannig að munum þetta hérna. Ef þið viljið þjálfa ykkur fyrir þetta próf, þá er það að þjálfa sig í forrituninni besta leiðin. Bara sittast niður og forrita sig æfingaverkefni. Og ef þið eru búið með þetta annarkvort getið farið að forrita upp á nýtt, farið á vefinn og bara leitað bara að Programming Assignments for BST, Programming Assignments for Recursion og þið finnið bara svipuð verkefni eins og ég finn þegar ég er að reyna að ákveða hvaða verkefni er heppilegt að hafa í hinum þessum verkefnum. Þannig að þá getið þið séð svona verkefni og reynda að útfæra þau sjálf líka. Sjá, ok, það heldur sér komið þá.
ef það einhver frekar spurningar þetta, lesefni sem slíkt og hvar það aðgengilegt. Ég vil bara vera viss að allir hafi það allavega á hreinu. Áður en að próflestra törnin byrjar, allir viti hvar þeir geta gengið að þessum hlutum, hvar þeir geta gengið að efninu. Annars skulum við bara... Já, spurning. Lokbrá 2015 þá talað Bloomfilter og PQ sem priority. Talað þar að útfæra priority queue. Það hefur við ekki farið í og það þá bara ekki til prófs. Það ekki eitthvað sem við höfum skoðað, ekki eitthvað sem við höfum talað sérstaklega þannig að það yrði aldrei til prófs, þannig að ég myndi bara segja Bloomfilter, forritaða, á sama hátt og ég myndi aldrei segja forritaða merge sort, af því við höfum ekki farið í það á þann hátt. En hins vegar ef ég færi og gæfi mjög nákvæma lýsingu á því hvernig merge sort virkar, þá get ég mögulega sagt, hér bara verkefni, annars vegar í recursion og hins vegar í listameðhöndlun. Ég gef mjög nákvæma lýsingu á því hvernig forritað á að virka, ég geti forritað það, þú veist, theoretically þá væri hægt að ímynda sér einhverjar svoleiðis spurningar. Þannig að, þú veist, hvað sem getur komið ef ég gef lýsingu á því, þannig að lýsingin skýr og verkefni snýst eitthvað af því sem við höfum lært. Það er að segja nota lista, nota recursion, nota erfðir til þess útfæra einhverju hluti. En ég myndi aldrei, þú veist, Bloomfilter og priority queue sem útfærslur ekki til prófs á þann hátt að ég myndi nokkuð tímann, þú veist, gera ráð fyrir að því útfæri það. Og í rauninni priority queue ekki heldur, þó að ég myndi gefa einhverja lýsingu á því, mér þætti það allt of umfangsmikið verkefni að því við höfum ekki farið í það. Þannig já, ef þið finnið eitthvað á lokaprófum 2014 og 2015 sem við höfum ekki coverað, þá sjálfsögðu gerið þið bara ráð fyrir því að það sé ekki til prófs. Þannig ég í rauninni get enga ábyrgð borið á því hvað stendur í þeim prófum. Þið verðið bara að átta ykkur á því sjálf hvað þá til prófs og hvað ekki, miðað við það sem við höfum farið í. Þannig getur ekki að þessi útfæra sort eða prófsort eitthvað? Mögulega, ef lýsingin væri nógu skýr á því hvernig það virkar. Það er að segja, ef ég gæfi þá lýsinguna og við litum á það bara sem einhvers konar almennt forritunarverkefni í meðhöndlun lista. Merge sort samt, það er flóknara en að segja það er ekkert mál að skipta þessum listum upp og síðan recursa tilbaka, en það pínu flókið, það annað hvort að halda utan aðra lista og færa inn í þá og svona, þannig að, þú veist, ég myndi alltaf finna út úr því að einhvert verkefni úr því væri hæfilegt, en það væri þá einhvert hluti af þessu eða eitthvað þess áttar. En að því við höfum talað merge sort og þið þekkið einhverju marki sambandið tímaflækjurnar. En ég myndi alltaf passa að verkefni sem slíkt væri hóflegt og væri bara úr því sem við höfum lært. Þannig að já, bottom line þá, það þessar aðferðir sem við höfum lært til prófs. Ef það væri eitthvað nýtt á prófinu, þá væri lítið það sem almennt forritunarverkefni, það sem væri bara að reikna með að þið getið beitt þessum hlutum sem við höfum lært og fengið mjög nákvæma lýsingu á því hvernig forritið ykkar ætti að virka. Mögulega, já, þú veist, með merge sort, hér gefið fall sem getur sameinað 2 lista í einn, en kláraði restina af útfærslunni samkvæmt þessari lýsingu, eða öfugt. Hér komið einhvers konar fall sem skiptir þessum listum upp, allt sem þú þarft að gera að búa til fall sem sameinar 2 í 1. Þannig að ef þið eru að pæla í akkurat þessu, að því við erum búin að tala merge sort, að þú veist, þá væri það einhvern veginn á þann hátt. Þannig að þjálfið ykkur í því líka í einhverjum almennum forritunarverkefnum. Ímyndið ykkur að þið gætu fengið verkefni sem takið 2 raðaða lista og búið til 1 lista sem jafn og stór og þeir báðir saman og flokkið stökið niður þannig að hann endi sem raðaður listi. Þetta hluti af merge sort. Eða ef þið eru búin að forrita svoleiðis fall og það virkar, getið þið þá búið til hinn helminginn. Horfið svona aðeins á þetta, bara þjálfið ykkur í hinum á þessum aðferðum við að nota recursion, við að möndla með lista. Ef þið eru búin að þjálfa ykkur bara í þessum verkefnum nákvæmlega sem við vorum að vinna með, þá það frábær þjálfun. Þannig að já, mér langar til þess að þekki hugmyndina á bak merge sort, en ef það ætti að forrita eitthvað í kringum það, þá væri alltaf gefið nákvæm lýsing á því. Það svona ákveð á að gera lista eitthvað. Sko, ef þú ætlar að þjálfa þér rosa mikið fyrir þessa tilteknu mögulegu prófspurningu úr sem almennt forritunarverkefni, þú veist, bæði. En þarna, ég veit það ekki, ég sé það fyrir mér meira sem array verkefni einhvern veginn, það að sameina einhver 2
Samt. Það rosa þægilegt sem lista. Akkurat sápartur, að taka 2 lista á sameina, þú ert bara að bera saman fremstu stökin, það sem minna pushbackað á nýja listan. Eða pushbackað á nýja listan. Þá ertu bara með nýjan lista, tekur stökin, þá getur þess að hent þeim yfir og hent þeim úr fyrir listanum í leiðinni og þú þarft aldrei að taka nýtt minni frá fyrir nóturnar í listanum. Mega þetta sens. Nú erum við komin aðeins fram á okkur hérna, ef við höfum tíma á eftir, skoða þetta betur. En þannig að með lista þetta rosalega þægilegt, með array þetta líka mjög þægilegt en pínlítið öðru þegar þetta haldi utan indexin í listanum í arrayinu. En í lista þá ertu í rauninni bara með pointer á fremstu stökinni í 2 listum og það þeirra sem minna hendur á nýja listan og út úr þessum fyrri en getur bara nota sömu nóðun áfram. Nefnum við ætla að breyta next pointernum á henni á hvað sem kemur síðan næstin í listan. Þannig að bæði, ef þú vilt, þjálfa þig rosa mikið fyrir akkurat þessa einu tilteknu hypothetical prófspurningu. En förum aðeins í gegnum það sem við höfum gert, þannig að við erum að tala array hérna. Quickly fylki. Þannig að quickly fylki og við getum kannski haft þetta til hliðar annað hérna sem bara almenn forritun. Ég kalla það einfaldlega vegna þess að við viljum kannski skrifa bara hérna til hliðar þær forritunar aðferðir sem við erum að nota í þessu. Að áður en þið komið hingað þá voruð þið búin að vera í forritun 1 og voruð búin að skoða hérna þessu hluti. Við höfum vissulega notað á miklu meira núna en ég myndi mér að það hefði þjálfast miklu meira í að nota allavega pointera, líklega fylki líka. Array almennt eitthvað sem að bara almennt forritunar element sem þið þurfið að kunna gera. Þið þurfið að kunna taka frá minni eða sem skilgreina statískt fylki og samhátt skilgreina pointer sem að þið bendar, skilgreina bendi sem að þið takið síðan frá minni fyrir annarkvort bara fyrir 1 stak eða þið takið frá minni fyrir pointerinn fyrir mörg stökir, þannig að þið takið frá array kviklegt fylki, þannig að bendar bæði taka frá minni fyrir 1 og síðan í rauninni, dynamic array. Þannig að þessir hlutir hérna, fylki bendar eitthvað sem við erum að nota út í gegnum þetta, þannig að við höfum það hérna. Quickly fylki, þar þurfum við náttúrulega að kunna skilgreina fylki, þurfum að kunna skilgreina einhvern bendi, taka frá minni, endurúthlutun minnis. Þetta eru hlutir sem þið þurfum að hafa í huga. Það er að segja að þið úthlutið minni fyrir ákveðið mörg stök af tæginu sem að þessi bendir á, en bendirinn bendir síðan í rauninni bara á fremsta staki. Og þið notið síðan bara þann syntax eins og hotklófana og plus og dereference og þetta dót, þennan syntax, til þess að finna réttan stað í fylkinu ykkar. Þannig að þið vinnið í rauninni þegar þið eru að vinna með kviklegt fylki með pointer. Pointerinn bendir á fremsta stakið í einhverju úthlutuðu minni. Þið þurfið síðan að kunna að eyða því minni. Eyða minni og taka frá nýtt. Þannig að endurúthlutun minnis felst þá í því. Taka frá nýtt minni sem er stærra, afrita öll gögnin yfir, eyða gamla minninu. Þannig að þetta eru hlutir sem þið þurfið að geta möndlað með. Fyrir utan þetta að þá vorum við með rauninni það að útfæra vektor með fylki. Þannig að þar erum við með föll á borð við pushback, insert, og erum við með remove, endurúthlutun minnis og þannig sé innifalinn í þessu hvaða fleiri public föll voru að vinna með þarna. Við setjum aftast, við setjum hvað sem er inn, fjarlægjum hvað sem er, þannig að við erum með einhvern index hérna. Þetta. Í remove erum við með einhvern index, þar fram til götunum. Og þá muna í remove
að þá í rauninni hlaupum við frá index og aftur úr listanum, insert, þá hlaupum í rauninni aftan frá listanum að index, þannig að bara muna þessa hluti. Ef við ætlum að bæta einhverju inn, þá þurfum við að byrja aftast og færa til stökin frá, þannig að við yfirskrifum ekki neitt, þannig að við búum til pláss á milli og stingum stakið þar inn. Ef við ætlum að remova, þá getum við einfaldlega að byrja þessum indexin og flutt stakið sem er hægra megin inn yfir það stak, alla leið aftur, þannig að við erum komin á staðinn og síðan bara minnka size og auka size og þetta. Þannig að finnst ykkur ég var að gleyma einhverju hérna í því sem við vorum að vinna með kvikleg fylki. Og athugið að þetta er einn hlutur sem við getum gert með kviklegum fylkjum. Þetta er tiltekna verkefni sem þið gerðuð, þetta er eitthvað sem þið ættu að þekkja út frá því og það geti jafnvel komið á prófi bara annaðhvort það verkefni eins og við sjá á lokaprófinu frá því í sumar eða einhvert mjög svipað útfærsla á vektor með array og það vantar eitt eða tvö föll og þið getur þurft að útfæra þau. Þannig að hafið það í huga að útfæra vektor með array og kunna í rauninni þessi mikilvægastu föll, remove og insert er í rauninni svona áhugaverðastu föllin í þessu af því að þar þarf maður að möndla með minnið. En ekki gleyma samt þannig séð að við þurfum líka bara að geta notað kvikleg fylki, nota dynamic array til þess að útfæra aðra hluti á öðrum stöðum. Þannig að það er annað heldur en bara að útfæra nákvæmlega vektor með þessu, heldur bara þið standið frammi fyrir því að það er einhvert almennt forritunarverkefni sem gerir ráð fyrir að þið þurfa að taka við fullt af stökum af einhverju tagi. Þið getið farið þar inn og þið getið notað eitthvað standard template library eða ef það hentar betur getið þið bara tekið frá dynamist fylki, mögulega temporarily sem að þið takið frá minni fyrir akkurat það sem þið þurfið, möndlaði eitthvað með það. Þannig að make þetta sense. Lærið þetta endilega, þetta er verkefni sem við gerðum, en lærið á þann hátt að þið þekki líka kviklegt fylki út af fyrir sig og notkunnum af því og hvernig þið getið notað það við aðrar aðstæður, potentially. Það er alveg rétt. Ef þið eru með einhvert almennt forritunarverkefni þar sem er engin krafa hvernig ná að útfæra eitthvað, þá er þægilegast fyrir ykkur að læra bara á standard template library. Fyrir þau eitthvað sem finnst það flókið, það hafi ekki lært það nógu vel, þá er ágætt að vera búin að læra þá að nota benda og kvikleg fylki vel til þess að þið geta alltaf að bjarga ykkur á því ef þið munið ekki hvað þið að nota á STL. Þannig að mér finnst alltaf ágætt bara að vera þannig séð bakkaður upp sjálfur með aðferðir. Ef þið munið ekki hvernig maður gerir eitthvað, hvernig maður itereitar eða eru einhvern veginn að gleyma einu að þið getur hlaupið á hitt. Hinn möguleikin er að það væri hreinlega bara beðið notið dynamic array til að gera þetta. Eða hérna í byrjunin útfærslu það er búið að skilgreina pointer á eitthvað og hann heitir list og bara notið þessa útfærslu og ekki breytinni, haldið áfram með hann og þá þurfið að kunna nota dynamic fylki. Þannig að spurningar út í þennan part hérna. Þegar maður er með vektor, er þetta að draga niður ef maður nota ekki itereitor? Ekki í þeim verkefnum sem við farið í núna, það hefur ekki verið beðið það sérstaklega. Í standard template library, þar sem spurningin var þegar við erum að nota standard vektor, hvort við notum iterator eða hvort við notum bara for int e og e min size. Það hefur ekki verið gert hingað til. En þegar við komum á eftir að standard template library, þá fjalla ég það að ég vil að ég lærið að nota iteratorana og það getur vel verið á einhverju prófspurningu þar sem ég noti standard template library að þá ger ég þá kröfu að ég noti iterator til að hlaupa á einhverjum ákveðnum stöðum. Þannig að ég vil eiga möguleikan á að biðja ykkur að sýna fram á færni í að nota iteratora á standard template library. Þannig að hingað til nei, en möguleikin er fyrir hendi að þið þurfið að kunna nota iterator. Þannig að ég vil að þið læri það. Hins vegar ef þið kunnið það ekki og bjargið ykkur í staðinn á því að hlaupa yfir hlutinu öðru sig og fá virknina rétta, að þá er alltaf gefin einhver stig fyrir það, að fá virknina rétta, jafnvel þó það gerir það ekki með aðferðinni sem við beðum, en ég vil að skoða iteratorana. Þá erum við komin aðeins fram á okkur, því ég vil að kunna nota iterator með standard template library, en ég hef ekki farið í það að útfæra iterator á okkar gagnagrindur, því mér fannst bara ekki tími til þess þannig séð, því það er svo mikið sem við erum að gera, en Hrafn hefur gert það, en þið getur mögulega að sé það í eldri lokaprófum sem Hrafn hefur lagt fyrir. Það var séns að þið geti séð hreinlega kröfunum að útfæra iteratora en við höfum ekki farið í það núna. Þannig að nota standard template library iteratora, já, ég vil að þið kunni það, en ekkert umfram það með iteratora.
Maður sjá, erum við nokkurn veginn búin að covera þá Dynamic Array partinn? Líður okkur vel með hann eins og hann sé nokkuð contained inn í litlum kassa og það sé ekkert meir en þetta sem við höfum farið í. En aftur, ég ætla ekki að vera skaðabótaskyldur fyrir því að þessum tíma gleymi ég einhverju sem við fórum í. Þannig að farið í gegnum efnið sem við fórum í, það allt til prófs. Allt sem hefur komið fram í fyrirlesturum, allt sem við höfum gert. Þetta allt til prófs, allt sem hefur verið í verkefnunum. Blanda saman og segja hvað þú ekki eftir því sem Möguleiki á prófspurningu sem væri búið til Dynamic Array og þegar ég set inn í það þá það sett inn í það sorted. Þannig að það eins konar svona just-in-time insertion sort, þar sem hvert stak fer inn og flýtur á réttan stað. Mér finnst þetta hljóma bara eins og, þú veist, alltaf prófspurning sem væri þá gefin mjög nákvæm lýsing. Í þessu tilfelli þetta eins og ég sagði áðan, ef ég legði eitthvað svona fyrir, að þá væri þetta, sem sagt, þetta væri ekki prófun í röðun sem slíkra. Þið þekki röðunar aðferðir. Heldur væri þetta, þið kunnið að nota dynamic fylki og ef ég segi, þegar þið setið stakinn, þá á það að fara á þann stað að staki hægra megin við það sé stærri en það og staki vinstra megin sé minna. Að þá þetta í rauninni bara orðin æfing í því að labba upp einhvern lista, finna réttan stað, fara aftur fyrir þann stað og hliðröldu til og koma stakinu fyrir þar. Þannig að þetta er bara einhvers konar blanda af inserti, nema ekki með index, heldur það sem þið að nota einhvern samanburð í datanu. Þetta er öðruvísi heldur en inserta í BST3 sem er raðagagngrindin sem við höfum skoðað, en þetta er ekkert fjarstæðukennt sem einfalt prófdæmi sem reynir á notkun á fylkjum og því að bera hluti saman, svona á almenni forritinu. Þannig að, ég ætla ekki að segja að þetta sé eitthvað sem þið þurfa að fara í og þjálfa sérstaklega, en þetta er ágætis dæmi. Annars vegar erum við með útfæra vektor með array, þar sem það ætla bara að kunna tiltekin föll og að gera þau. Hins vegar erum við með möguleikan á að þurfa að nota fylki í almennri spurningu og þá væri þetta bara frábært dæmi akkurat eitthvað svoleiðis. Hér er fylki og í hvert skipti sem setið eitthvað inn að þá það að fara réttan stað í röðinni. Þið þurfum að bera saman, þið þurfum að stinga inn, þið þurfum að inserta og gera þetta, hlaupa frá aftasta staki í listanum og fram. Þið þurfum að gera allt þetta sem við þurfum annars að gera. Það er bara svona í pínulítið öðru umhverfi og pínulítið twist á því hvernig við gerum það, en ég myndi segja að það twist sé það lítið að það ætti ekki að vera lítið á það sem alveg nýtt efni, heldur bara. Og svo er þetta spurningunni. Þetta væri algjörlega eitthvað sem gæti gerst. En ég vil samt ekki henda ykkur út í það að fara einhvern veginn að þjálfa ykkur í ótrúlega tilteknum hlutum einhvern veginn til þess að gera ráð fyrir því sem mögulegum prófspurningum. En þetta er samt bara fín þjálfun. Endilega farið öll heim núna og gerið þetta. Þú veist, búið til kviklega fylki þar sem þið getið sett hvert stak inn í á réttan stað. Frábær æfing í almennri notkun á arrayum, samanburði og því að þekkja hvernig raðagagngrindin virka. Þannig að höfum það með. Hvernig er þessi próftíma og lógprófinu? Verður þetta eins og með hlutaprófinu eða verður þessi sveitarna áreitandi í 4 klukkutíma og enginn verður klára? Maður sjá, fannst ykkur próftíminn í hlutaprófunum ekki hóflegur? Já, ok, þannig er spurningin. Sko, varðandi próftíma, þá er þetta 4 tíma próf og sko, hlutaprófin voru 3 tíma, en mig langaði til þess að mér hefði tekist að útfæra, leggja prófin fyrir þannig að þetta væri cirka 2 tíma próf. Líður ykkur eins og það sé ofmat. Og að 3. tíminn hafi verið bara því mér langaði ekki til að neitt lent í tímarhæki. Mér langaði ekki til að tímarhæk væri issue í þessu heldur að þið hefðu þannig sér nógan tíma. Og ef þið værið ennþá inn eftir 3 tíma, þá væri það líklega vegna þess að þið þekktuð ekki efnið nógu vel, frekar heldur en að þið hefðu getað útfært þetta allt eða þið fengið lengri tíma. Eða tölvuvesen, ég held að við höfum oftast bjargað því með að gefa lengri tíma, en ég ætla allavega að reyna að koma í veg fyrir að það verði issue í lokaprófinu. Sko, ég hafði hugsað mér að setja bara inn sömu hjálpargögn inn í datamöppuna, þannig að þið hafið allar glærur, þið hafið þessa rafrænu bók þarna, þið hafið C++ referensið. Ég ætla líka að láta C++ referensi, bara þetta sama quick reference og er inn í datamöppunni. Ég ætla líka að prenta það út, þannig að þið fengið það við hliðina á ykkur. Og prófspurningarnar ætlaði ég að bæði hafa sem PDF-skjal, en ég ætlaði líka að prenta það út, þannig að þið fengið útprentað
blað með allavega svona overall lýsingu á verkefnunum og spurningunum því. Spurningarnar sjálfar eru samt inn í prófakerfinu, sem spurningar hlutin, en lýsing á forritunarverkefnunum fengið útprentað, C++ referencein fengið útprentað. Og ég hef hugsað mér að hafa alltaf þessa PDF-a þarna inni. Það sem ég hins vegar að velta fyrir mér og er ekki búin að fá staðfest hvort að þeir séu það sem olli töfinni í síðasta prófi. Að það hafi verið komið svo mikið af PDF-um sem allir voru lótin á tölvurnar sínar að það hafi valdið því að það var þessi hálftíma til 40 mínútna töf á hlutaprófi 4. Þannig að mér langar til þess að þið fáið allt þetta efni, en mér langar á sama tíma til að koma í veg fyrir að ef að það var vandamáli síðast, að ég valdi því aftur í lokaprófi. Þannig að einhvern veginn ætla ég að reyna að sameina þetta tvennt. En hugmyndin er já, að þið fáið alla þessi PDF-a. Mögulega getið reynt að minnka á eitthvað, en þið fáið alla glærupakkana, þið fáið þessa bók og þið fáið C++ referencein. Já, byrjuðu bara. Hefur það ekki verið þannig í hlutaprófinu? Þetta verður bara sett upp eins og hlutaprófið. Þið getið valið hvort þið byrjað á forritunarverkefninu og farið svo í, já. Nei, við tökum ekki spurningar fyrst og tökum það eins og af ykkur og opnum svo hitt. Þetta verður eins og þetta hefur verið. Þið eruð annars vegar með exam-möppu á desktopinu, þið eruð hins vegar með exam-link, sem er spurningarnar og þið veljið bara í hvað röð þið gerir þetta. Þú varst með spurningu. Hefur henni mögulega verið svarað? Já, ég verð með valgrindskriftur. Ég þarf líklega að setja inn í Trelloðið mitt sem fyrst, endilega senda mér tölvupóst og minni með það, bara svo ég gleymi því ekki. En þannig að það er einn byrjaðar að gera það strax, þannig að það er fínt. Ég ætla að setja valgrindskriftur inn í bara öll verkefnin. Þið verðið síðan bara ákveða í hverjum þeirra eitthvað finnst eiga við að gæti verið minnisleiki yfirleitt upp á að keyra valgrindskriftunar, eða keyra það í þeim öllum. Þannig að þið getið tékkað á minnisleika þar í þeim verkefnum þar sem það á við. Expected output verð ég með þar sem mér finnst það eiga við. Ég ætla að taka mér leyfi til þess að í einhverjum tilfellum ætlist ég til þess að þið sjáuð annarkvort fyrir ykkur hvað expected output ætti að vera eða setjið testin ykkar sjálf eða eitthvað þess að þar. Þannig að svarið við verð ég með expected output ég geti bara bæði svaraði já og ég geti svaraði nei. Ég geti sagt, þú getur ekki treyst á það, ekki í öllum tilfellum. En já, í flestum tilfellum þar sem ég finnst það ekki verið eitthvað issue, það sem er til dæmis einhvers konar flókið gagnasett sem þið þurfið að vinna með og þið verðið bara vera fljót að sjá hvort þetta er að koma rétt út eða ekki. Þar verð ég bara með expected output. Þannig að þið þurfið ekki að eyða miklum próftíma í að rýna þetta. En það verður alveg örugglega einhver dæmi þar sem ég verð ekki með expected output og ætlast reynilega til þess að þið bara liggi pínlítið yfir því að vita hvernig svörin eiga að vera. Því það er stundum bara hluti af forritunar eða því að búa til hugbúnað að vita á hverju maður á von og geta sett það upp sjálfur. Þannig komið spurning. Með expected output, sett á með expected output, ég ætla að ná að uppfylla það eða ná eitthvað með ykkur öðru heilsu. Þetta er erfið spurning að svara. Ég ætla að leyfa mér að svara henni bara á, þó það sé ekki mest ykkur í hag, á sem harðastan hátt, sem er ef það er expected output en það er líka beðið eitthvað í verkefnislýsingunni að eitthvað sé útfært á ákveðinn hátt. En expected outputið testar það ekki, að þá engu að síður ætlast til þess að það gera það, ef það er beðið það í verkefnislýsingunni. Hins vegar var á einu prófi núna, þar var expected outputið testaði ekki ef að það var bæði sett inn og remova til skiptis einhvern veginn í einhverju ákveðnu. Það var annars vegar testað einhvert insert og hins vegar testað einhver remove og það var hægt að klikka á því að færa minni með einhver tail pointer eða breyta size eða eitthvað svoleiðis. Ef maður breyti ekki size-inu þá gengur testin engu að síður upp en gagnagrindin var samt ekki rétt. Þannig að ef að við erum að vinna með föll sem þið þekkið, það er að segja einhverja gagnagrind og þeir eru að útfæra insert, remove, endurúthlutun minnis, einhver svona föll sem þið þekkið, þá vil ég að þau föll séu rétt og að gagnagrindin virki þegar búið er útfærði. Jafnvel þó að testin taki ekki á því. Þannig að þessi þrjú, ef að testið tekur á einhverju, þá verður testið að vera rétt. Það verður expected output að matcha. Ef verkefnislýsingin segir að það eigi að gera eitthvað, þá á að gera það jafnvel þó að testið taki ekki á því. Tökum sem dæmi
Já, ok, býðum aðeins með dæmið. Jú, í þriðja lagi, sem sagt verkefnislýsingin með það, ef expected output gerir ráð fyrir því, þá þarf það að matcha. Og ef þetta eitt af þeim föllum sem við höfum tekið sérstaklega fyrir í verkefnum, insert, remove, einhver svona fall á þessum gagnagrindum, að þá vil ég að það sé útfært á þann hátt að gagnagrindin sé consistent. Þannig að size í insert falli, það verður að vera þar, jafnvel þó að testin geti gengið upp á þess að það komi fyrir. Ég ætla bara að hafa það mjög skýrt þá núna í þeim tilfellum. Ef þetta hins vegar almennt forritunarverkefni og það ekkert expected output, þá myndi ég sjá í gegnum fingrum með það að expected outputi tékkar ekki á einhverju sem ég hefði átt von á því að ég gerði. Þá það bara eitthvað sem ég verði að taka á mig. En ef þetta í falli sem útfærðu insert fall í svona gagnagrind, þó að það sé ekki nákvæmlega upp úr forritunarverkefni sem það gert, heldur bara svipas eðlis, að þá mun ég ætlast til þess og mun gera ráð fyrir því að það sé rétt gert. Ef að fara upp og bæta þessu við. Sérstaklega, við höfum 5 mínútur áður en við tökum hlé og svo höfum við fullt af gagnagrindum og dóti til að fara í eftir hlé. En hendum við aðeins inn. Varðandi expected output. Þannig að þetta bara ágætt að taka það sérstaklega hérna. Í fyrsta lagi verður með prófverkefnum í mörgum tilfellum. Leyfi mér samt að ætlast til þess að nemendur tekki sjálfir stundum. Svona, fínt. Má ég sjá hvernig ég orði þetta sem ég var að segja á hann. If expected output, þá output verður að matcha. Ef, hvað heitir þetta? Bara þekkt gagnagrind. Fall verður að vera rétt, til dæmis size++. Jafnvel þó að output testi ekki. Það ekki þar með sagt að ég ætli að hafa output sem testið ekki viljandi. Það var ekki með vilja gert að þetta var svoleiðis. Daginn það var einfallega bara það ég sett upp output sem testaði remove og ég sett upp expected output eða test sem testaði insert og ég testaði ekki í því tilfelli að gera þetta til skiptis sem að hefði þá feilað á þessu þarna. Þannig að ef þetta þekkt gagnagrind þá verður fallið að vera rétt, jafnvel þó að outputið testið ekki. Og ef eitthvað tekið fram í verkefnislýsingu að verður að vera gert rétt, jafnvel þó að output testið ekki. Þetta er svona italic hérna á sumt af þessu til þess að það sé aðeins læslegra hérna. Þekkt gagnagrind, svona hefur eitthvað tekið fram verkefnislýsingu. Ok, meikar þetta sens. Getur við sagt að þetta sé skýr regla sem allum geta fundist sanngjörn. Þannig ég vil ekki alveg segja að það megi útfæra eitthvað rangt bara því að ég gleymdi að koma því inn í testið að þessi tekið á því. Ég vil líka að þið viti hvernig svona gagnagrind á að virka, hvað hann á að gera og að þið geti séð útfært föllin rétt. Svona, er ég búinn að skrifa niður sirka allt sem að ég svaraði expected output. Og síðan valgrænt skriftur verða með öllum verkefnum. Nemendur ákveða hvenær það eiga við og hvenær ekki. Og að sjálfsögðu, ef þið eru bara samferðin, þið getur bara forritað þannig að það verði ekki minnisleiki og þið getur bara horft á kóðan eitthvað og treyst í, þá getur þið bara sleppt í að gera þessa valgrænt skriftur ef ykkur líður betur með það, ef þið nennið ekki. Ég held að það sé ekki góð hugmynd.
ef einhver líður eins og það geta orðið minnisleiki ef að vinna með pointera eða dynamic array, þá myndi ég klárlega notfæra mér þessar valgrænsskriftir til þess að tékka ykkur af. Ok. Við skulum taka hlé núna. Ekki 5 mínútna hlé á þessum tíma. Taka 10, jú. Tökum 5 og notum seinni partinn til þess að fara í gegnum restina af efninu. Það monster sem okkur frammi. Það monster sem okkur frammi. Monster? Já. Já, það verður. Já, ok.
Það er ekki bara að halda strax áfram svo við komumst örugglega yfir þetta. Svo bara farið fyrir frekar okkur til þess að fara í gegnum þetta. Herðu, ok, við getum alltaf bakkað hingað í spurningar almenns eðlis, hvernig sem ykkur dettur eitthvað í hug, almennt samþykkt námskeiðsins og þarna útfærsluna á prófinu og þess að þar. En höldum aðeins áfram hérna með bara umfjallanir tiltekin efni. Þannig að við byrjuðum á að skoða kviklegu fylkin, við útfærðum þennan int-vektor og fórum síðan í rauninni bara yfir í rauninni miklu, hvað að segja, þarna flóknari eða meira svona intricate notkun á bendum eftir það. Þannig að við erum kviklegu fylki þarna og næst fórum við yfir í lista. Við fórum að skoða lista, við skoðum hnúta sem bara hugmynd almennt. Við notum það bæði í eintengdum og tvítengdum listum, skoðum munin á í rauninni hnútum fyrir eintengda lista og tvítengda lista sem voru bara, þeir voru með fleiri pointer á aðra hnúta og síðan seinna í námskeiðinu fórum við það að skoða hnúta fyrir tré, þar sem við erum aftur með 2 pointera nema frekar en þeir vísa annar fram og hinn aftur og það vísaði báðir niður í strúktúrinn. Þannig að hnútar, nodes og undir því í rauninni bendar á næsta og fyrri bara þessi hugmynd hnút sem er bara, ég er með einhvern lítinn gagnastrúktúr sem inniheldur einhver gögn. Til að byrja með inniheldur þetta gögn. Og til viðbótar við það inniheldur hnúturinn einhvern bendi á aðra hnúta. Að bara þessi hugmynd og að vinna með hnúta og skilja hvernig það að vera bara með aðgang að einum hnút getur gefið þér aðgang í rauninni að öllum listanum. Allavega öllum listanum sem er fyrir aftan ef þetta er eintengdur listi. Eða ef þetta er tré þá gefur aðgangur að hnút þér, eða sem hnútur gefur þér aðgang bara að allir í greininni sem er þar fyrir neðan. Að svona möndla aðeins með þessa hugmyndir eitthvað sem er ágætt að þjálfa sig í. Passa upp á að maður hafi góðan skilning á þessum hnútum, að maður geti unnið með það fram og tilbaka. Bara þjálfun eins og að segja ég er með einn hnút sem inniheldur þessi gögn, ég fæ aðgang að einhverjum öðrum hnút, get ég gengið úr skuggum að ég finni hinn hnútinn eða færi mig að honum eða þar fram eftir göttunum. Þannig að þetta var svona stór hluti af því sem er listar snúast að það er bara þessi litla gagnagrind sem er hnúturinn sjálfur. Sem inniheldur gögnin okkar og bendir síðan bara fram eða aftur fyrir sig eða bæði eða niður fyrir sig og við þarna löbbum síðan bara eftir þessu. Þannig að þarna fyrir recursionið að koma inn, þó við höfum ekki skoðað það alveg til að byrja með. Þarna vorum við fyrst með while loopur, bara þangað til einhvern hnútur er orðinn, eða nextið á einhvern hnútur er orðinn null. Að þá getum við labbað hennar lista og annað skrifa útrónum eða leitað einhverju staki eða þess að þar. Á endanum getum við síðan unnið með á recursivt og sagt einfaldlega hér erum við fall sem tekur inn hnút og eða er útfært á hnútnum. Og ég ger einhverja hluti við gögnin á þessum hnút og síðan einfaldlega kalla ég á þetta sama fall aftur fyrir linkin á hnútnum, annarkvort next eða previous eða left eða right. Og þá einfaldlega kem ég inn í sama fallið aftur, nema það sem að hnúturinn sem ég var áður að vinna með var þá byrjunin á þeim sublista eða subtré sem ég er með, að þá er ég núna búinn að breyta það. Þannig í hvert skipti getur maður sagt, þegar ég er inn í fallinu, að þá er hnúturinn sem ég aðganga núna, það er hausinn á listanum. Þó að þetta sé ekki headið úr upphaflega listanum, að þá er það hausinn á listanum sem ég hef aðgangað og nextið er faktist í restin af listanum. Þannig að eintengdur listi, hnútur í eintengdum lista, maður getur litið á hann sem haus og rest. Hnúturinn sjálfur er listi. Þar sem að gögnin sjálf eru það sem er í hausnum, þau gögn sem ég hef aðgangað. Next linkurinn á honum er restin af listanum og ég get bara kallað á sama fall fyrir það og þá er ég komin í þann part. Þannig að leika sér aðeins með hnúta, recursive föll með hnútum, skilja hvernig þessir bendar virka.
prófa aftur núna eftir að við erum búin að fara aðeins lengra í þessa trjástrúktúra og svona og gá hvort ég geti farið aftur í reverse list fallið til dæmis, án þess að skoða lausnina í millitíðinni, það er langt síðan að ég skoða hana, og útfært það bara upp á nýtt, tekið það verkefni, ég myndi segja að það sé mjög áhugavert verkefni til þess að svona rifja aðeins upp hnúta og eintengda lista, að fara og segja ok, ég er með eintengdan lista og það á að útfæra fall sem heitir reverse list og það útfæra það recursivt, þannig að það einhvern veginn lappar eftir þessum hnútum, eftir þessum linkum og snýr þessum linkum við. Hvernig sem þau útfæri það með því að returna og snúa við link, með því að snúa við linkunum leiðin tilbaka, með því að hafa í rauninni vísun í næsta og þar næsta. Það er ýmsar leiðir en endilega kíkja á það verkefni til þess að rifja upp, til þess að þjálfa ykkur í því. Ég myndi endilega taka það verkefni pínu frá, ef það er langt síðan þið skoðuðu lausnina við því, og ekki kíkja á lausnina, ekki kíkja á ykkur eigin lausn, taka bara það verkefni eins og það var og útfæra það. Þannig að einhvern tímann í kringum páskaleiti þegar þið eru komin á staðinn þar sem þið eru að þjálfa ykkur í listum og æfa ykkur í því fyrir próf, endilega takið þetta reverse listfall og gáðu hvort þið getið útfært það aftur núna. Þó að það hafi verið með rétta útfærslu uppálega, gáðu hvort þið getið á fljótlegan hátt útfært það aftur. Það er ágætis upprifin á bæði recursion og hnútum og hvernig þeir virka. En varðandi recursion, gefur mínus þegar þú nota value nema ef þú tekur ekki sérstaklega fram að nota recursion? Nei, ef að það er eitthvað sem þarf að gera og það er hægt að gera það í lúpu og það er ekki tekið fram að það eigi að gera það með recursion, að þá er það bara almenn forritin. Að þá bara standið þið frammi fyrir vali samt og það er ágætt að velta því fyrir sér í hvert skipti sem þið þurfa að gera eitthvað í lúpu, sérstaklega þegar þið eru með nóður og þetta dót. Staldra eins við og gá ætlið að væri heppilegra að gera þetta í recursion. Eða eins og reverse list ætlið að sé næstu ómögulegt að gera það í while-lukju en mjög einfalt að gera það í fáum línum af kóða í recursion. En ef það er ekki tekið fram að þið eigið að nota recursion að þá mér langar til að reyna að finna verkefni sem eru þannig að recursion er næstu því það eina sem hentar. En það er pínu erfitt. Þannig að þið munið örugglega enda á því að sjá einhvert verkefni á prófi sem er útfærið þetta með recursion, jafnvel þó þið sjáu að það sé til augljós lausn á þessu sem myndir út á lúpu. Að þá eru bara sem verkefni þess eðlis. En ef það er ekki tekið fram, þá engir mínusar fyrir tegund útfærslu, en mögulega mínusar fyrir flækjustig útfærslu, eða gangið of langt í einhverjum grúsindúlum í kringum þetta eða farið tvisvar sinnum í gegnum lista þegar þið þurfið í rauninni bara frá einu sinni. En nei, ef það er ekki gert krafa recursion þá er það ekki krafa. Þannig að maður sjá, með listana þá vorum við með hnúta, síðan vorum við með eintengdan lista og þannig að undir þeirri pælingu að þekkja queue, þekkja stack, þekkja hvernig þið myndu útfæra þetta hvort ekki með eintengdum lista. Þannig séð recursion partur en prófa að útfæra reverse listverkefnið án þess að kíkja á lausn. Og jafnvel þó þið eigið erfiðleikum með það, þá er þjálfunin í því að gera eitthvað án þess að kíkja á lausnina þangað til ykkur texta miklu meiri heldur en að komast hálfa leið og vera eiginlega viss að þið viti hvað á að gera og kíkja svo á lausnina og staðfesta það. Því að lærdómurinn felst í því að komast að einhverju í gegnum vinnu en ekki að kíkja á hvað ég gerði til þess að láta það virka. Þannig að reynið að beita ykkur aga með það ef þið viljið þjálfa ykkur í þessu og geta sest aftur niður og gert þetta. Að leið og þið kíkja á lausnina þá eru það miklu leyti búin að tína lærdómstækifærin ykkar í því að útfæra einhver verkefni. Bara með að kíkja á lausnina færa þið yfir jafnvel þó ykkur líði eins og þið hafið eiginlega alveg vitað að það var þetta sem átt að gera. Þá í mörgum tilfellum stikkar það ekki jafnvel ef þið kíktuð á lausnina eins og ef þið hefðuð barist í klukkutíma í viðbót og fengið alltaf virka. Þannig að hafið það í huga. Þannig að eintengda lista en höfum þetta svona hérna til þess að minna á þetta er ég að leggja fyrir ykkur þjálfunarverkefni. Okay, tvítengda listi að þar settum við upp meira sem gagngrinn, þar sem við vorum með maður sjá aðalföllin voru insert, við vorum með remove,
Þetta eru svona bitastæðuföllin, alveg eins og í að útfæra vektor með array, þá insertur í move áhugaverðustu föllin, því þar þurfum við að annarkvort að tengja framhjá til þess að klippa út einhverja nóð á hendinni, eða þið þurfum við að endur tengja nóðurnar í kring á þeim stað sem þið eru með einhverju next, það maður sjá, current next previous jafnt og nýja nóðan og current previous next, nei, mann því. Það var í þarna, í insertinu það ekki það sem vorum með next og prev til þess að henda hlutum út. Og í remove-inu þá takk ég þann sem það ætla að taka út. Já, það segir þið current next prev jafnt og current prev og current prev next jafnt og current next. Það er fínt að muna þetta, eða allt í lagi, en reynið að setja þetta niður og fá svona hluti til að virka á. Virkilega skilja hvers vegna current next prev jafnt og current prev next jafnt og current next. Frekar heldur en að cruncha einhvern veginn á því að muna það utan á og svo þegar ég setjast í prófið, þá flettið eins rætt og þið getið þannig til þið finnið eitthvað tvítengda lista og stimplið inn eftir minni þar sem þið lögðu á minnið. Þannig að það að möndla með svona hnúta, gögnin, bendana sem það bendir á, hlaupa eins fram og tilbaka eftir lista, gera það recursivt, pæla jafnvel í því, hei, get ég farið í tvítengdan lista og sett inn 2 indexa og sagt ég vil taka 3. stakið og 7. stakið og allt sem er þar á milli ætla ég að reversa. Prófaði eins að leika ykkur með þetta, bara til að fá betri skilning á bendunum, því það er algjört lykilatriði í rauninni fyrir ykkur til þess bæði að skilja listana á trén, að hafa almennilega tilfinningu fyrir því hvernig hnútarnir sjálfur virka og bendarnir á aðra hnúta. Spurning. Það í fíkjúri sem að settum og þú varst alltaf að inserta sem sagt fyrir aftan current-kóðuna. Þú setur current-kóðuna á teilið en ekki þetta. Já. Breytir einhver máli að við þá er ég að setja það fyrir framan. Nei, þú setja það fyrir aftan til að færða það. Má ég sjá, en ef ég setti það á teilið sem er sentinel nóða, þá get ég ekki sett það fyrir aftan hana. Nei, já, þetta er leiðin og settur það fyrir aftan og síðan færður í staðis að segja þú erum með hendin og setjum þetta framan. Já, ok. Það er skilja hendin eitthvað og það tegur. Já, ég skil. Já, spurningin er sem sagt varðandi þetta. Þetta er pínu tricky. Þegar við vorum með þessa Músjak útfærslu og hún er með einhverju rosalega ströngu expected outputu og þið fáið bara ekki accepted nema það sé, að þá verðið að setja í rauninni réttu megin við og síðan er spurningin, færið þið síðan current node niður eða færið þið current bendin upp, make a sense? Því annarkvort segir maður ef current verður áfram svo sama, ef ég set niður eitthvað í rauninni nær hausnum heldur en hún, að þá eftir það er spurningin hvað er núna current ef ég inserta aftur. Er sama nóðan current eða er nýja nóðan nýja current? Þannig að ef nýja nóðan er nýja current þá þarf ég að gera current reynd og current prev. Ef að sama nóðan á að vera current þá þarf ég að gera current position ++, ef ég er haldið utan bæði staðsetningu í tölu og staðsetningu á nóðu. Ef það er kallað í röð á insert og síðan move forward ákveðið oft eða move back ákveðið oft og svo aftur insert, þá munir þetta hafa áhrif á expected outputið. Mér finnst ekki skipta máli á hvern háttinn þetta er útfært svo fremur sá sem notar þetta í rauninni viti hvernig þetta er útfært. Þannig ég skal bara passa að setja í verkefnislýsingu. Ef það á að bæta einhverju inn í tvítengdan lista, þá skal ég bara passa að taka fram í verkefnislýsingunni hvoru megin við núverandi current stack þetta insert á að fara fram og hvað current á að vera eftir þetta. Ég skal bara passa að taka það fram og í því tilfelli að þá á þetta ekki að vera ambiguous. Og í svona dæmi væri mjög líklegt að það væri expected output og þá þyrftu þið líka að matcha það og þá, veist. En það er nefnilega vandamáli með expected output stundum. Að þörfin fyrir að matcha expected output getur stundum gert það að verkum að fullkomlega valid útfærsla er ekki gild vegna þess að hún er ekki nákvæmlega sama útfærsla. Sérstaklega getur við séð þetta í hashmappinu og hashfall gerir það að verkum að hluti fara bara út allt. Maður getur ekki viably verið með expected output þar sem að lesa einhvern tiltekinn bucket og tekkar hvaða stök er í þessu bucketi. Þannig að það verður að passa sig að expected outputi líka sé ekki að taka á nákvæmum hlutum. En ég skal bara taka þetta sérstaklega fram ef það er verkefni upp úr þessu.
Þannig að það sé þá engin tvíræðni í því. Þannig að insertið er að inserta á einhvern ákveðin stað, þar erum við með eitthvað current og það þarf að inserta réttu megin við þetta current og það þarf að breyta current í nýju nóðuna eða segja current verður áfram gamla nóðan eftir einhverju lýsingu og hún verður þá nákvæm. Þannig að við vorum með insert, við vorum með remove og við erum með föll eins og move forward og move. Það hét kannski eitthvað annað í verkefninu, já. Og mögulega move to pause. Og þá þarf maður að halda utan hvar maður í listanum. Þannig að á endanum ef maður ætlar að vera með öll þessi föll í einhverju svona gagnagrind, þá þarf maður að halda utan integer sem segir til hvar maður maður þarf líka að halda utan current nóðu til þess að geta byrja strax að pointa, þannig að maður þarf ekki að hlaupa upp að integernum og þar fram til götunum. Þannig að höfum það bara einnig líka. Halda utan current node pointer. Það er allt og það líka. Halda utan current pause integer einhvern. Nei, úps. Einhverjar spurningar út í lista og yfirferðin og umfjöllunum þá og hvort við séum cirka búin að ramma inn það sem þetta efni snýst um. Ok. Maður sjá, þetta voru þannig séð tvítengdur listi hérna og við erum útfærðin bara, maður sjá, við vorum string list. Við bara útfærðum gagnagrind með tvítengdum lista. Hins vegar þegar við vorum að skoða eintengdu listana þá vorum við að skoða hvernig queue og stack getur verið útfært á sem einfaldastan hátt bara með eintengdum lista og þessi föll eins og reverse lista og eitthvað svona en við vorum ekki beint að útfæra einhvers konar massífa gagnagrind með flóknum föllum í eintengdum lista. En já, gagnagrind með queue og stack samt þurfum við að kunna útfæra og við þurfum að kunna nota eintengdum lista til þess. Spurning? Já, það gildir núna. Þið þurfum ekki að útfæra heilar gagnagrindur, það er að segja ekki eitthvað eins og heilan vektor með dynamísku arrayi eða heilan stringlist með tvítengdum lista. Þetta væri bara svo stór verkefni að þá hefði ég ekki pláss fyrir mikið annað. Einhver lítil gagnagrind eins og Q að ég geti mögulega gert á kröfu að útfæri það í heilu lagi. Bara útfæri Q noti til þessu nóðu og ég gef ekki neitt og þið þurfum bara að gera það frá grunni. Það er ekkert loku fyrir það skotið að þið getur þurft að gera það. Af því það er svo lítil gagnagrind, þetta er eintengdur listi, hver nóða hefur bara eitt link og föllin eru 2. Annars verður að setja á Q-ná og hins vegar að taka af henni. Og eins stack. Gætu við það fengið eina sem stærri og þurft bara að útfæra eins og í tvítengdum bara einhverjum en ekki í restina? Já, algjörlega. Að það er með þessa stærri og þið munuð fá einhver svoleiðis dæmi. Ég get ekki sagt ykkur hvaða föll eða úr hvaða gagnagrindum en þið munuð sjá eitthvað af þessu. Og ég geti jafnvel reiknað með því að svona undir helmingurinn á prófinu verði eitthvað þess áttar sem hér er gagnagrind sem við þekkjum eða gagnagrind mjög svipuð og ég geti skoðað það eina sem það hefði ekki séð í ykkar eigin hlutaprófum er svoleiðis spurningu upp úr hashmap og ég geti skoðað lokaprófið frá því fyrra. Þar var svoleiðis og því að hashmap hefur ekki verið tekið fyrir á neinu hlutaprófi, þá getið þið reiknað með að það sé ekki mjög ólíklegt að ég taki það fyrir í lokaprófinu. og á einhvern svona hátt, alveg eins og ég gaf ykkur þetta í hlutaprófunum, það verður þessi gagnagrind og þið bara þurfa að útfæra einhver föll, þannig að þjálfið ykkur í að útfæra helstu föll, og insert og remove er alltaf bitastæði föllin, þannig að skoðið svoleiðis hluti. Og já, þessar stærri gagnagrindur, það er mjög líklegt að þið muni sjá eitthvað af þeim og það vanti bara eitthvað smávegis inn í þeim og þið þurfið að útfæra það. Ef það eiga að vera bitastæði forritunarverkefni þá væri það einhver insert og remove en það getur vel verið að þið fái stóra gagnagrind en ég líti samt á þessum lítið forritunarverkefni að þið þurfið bara að útfæra move to pause eða move backward og move forward. Þá er það lítið forritunarverkefni þó að kóðin á bakvið það sem ég læt ykkur fá sé stóra því að það er heil gagnagrind. Þannig að maður sjá. Quickly fylki listar.
hendum inn einhverju nýju hérna. Má ég sjá, á eftir þessu komu erfðir. Ef þú kemur með verkefni sem útfærir út úr POS, getur það áætlað að þessu innsættu svoleiðis að þau séu rétt útfært gagnvart staðsetningu við gera? Já. Eða eigum við að bæta því inn svo að nú POS myndi virka inn í innsættu og remove og allt svoleiðis? Sko, já, þú ert að pæla til dæmis ef að þið fengi útfærslu sem væri ekki með move to POS og væri mögulega ekki með neitt integer sem heldur utan staðsetninguna, að þið þurfið ekki, það væri þá tekið fram. Það væri þá sagt útfærið move to POS og ef þið þurfið að bæta við einhverjum gögnum gangið úr skuggum að þau tilteknu gögn séu konsistent út í gegnum ganginni þeirra. Það er alveg séns að það þurfa að fikta í öðrum föllum. En heilt yfir myndi ég gera ráð fyrir í svona þeim hluta prófsins sem svona forritunarverkefni, þar sem þið fáið gagnagrind, að ég myndi gera ráð fyrir að það væri skýrt tekið fram ef þið þurfið eitthvað að gera utan við bara akkurat föllin sem þið eru með og öll hin væru rétt útfærð. Þannig ég myndi frekar reikna með eitthvað svoleiðis væri lítið forritunarverkefni þar sem ég er bara búinn að setja allt inn og allt sem þið þurfið að gera er bara þessi tilfærsla og að öll gögnin séu til staðar. En eins og ég segi, ég ætla ekki að svara þessu beinlínis já og nei því að ég ætla ekki að neita mér að geta haft prófspurningu sem er þannig að þið þurfið hérna útfæra þetta fall, mögulega þurfið að bæta við einhverjum gögnum eða einhverjum integer eða einhverjum teljara eða einhverju og ef þið bætið honum við þá verður það að passa upp á að hann sé konsistent út í gegnum restina af gagnagrindinni líka. Þið er ekki hægt að bæta við breytu inn í gagnagrind án þess að ganga úr skuggum á, og nota hana bara í einu falli, það þarf að ganga úr skuggum á hún sé konsistent út í gegn. En það væri þá forritunarverkefni í rauninni. Forritunarverkefni væri, hér er stringlista, eina sem vantar inn er einhver teljari, nota þenni í þessu falli, bætti þessum teljari við og gakti úr skuggum að hans sé konsistent í gegnum gagnagrindina. Þannig að það er þá forritunarverkefni sem er smátt í sniðum en þvert á öll föllin versus forritunarverkefni sem er eitt tiltekið fall útfært frá grunni. Ég ætla að gefa mér leyfi til þess að gera hvað sem er að þessu. En ok, erfðir. Ég veit ekki hvort það er eitthvað mikið það að segja. Er það spurningar út í þá umfjöllun? Þetta er í rauninni bara, hér er klasi með virkni. Búið til klasa sem hefur sömu virkni og bætir smá virkni við. Þetta er bara þessi venjulega erfið. Þið eru með einhverja virkni, þið erfið hennar klasa, þið hafið þessi virkni. Hinn möguleikinn, eins og við höfum skoðað, hér er yfirlýsing að klasa. Það er þá abstrakt klasi, pure vertical fall, eitthvað svoleiðis dót. Ok, fyrst að þetta er svona, þá skulum við bara senda þetta inn í næstu línu hérna. Þið eru með einhvern abstrakt klasa, þið eru með pure vertical fall og verkefni væri í rauninni búið til klasa sem útfæri föllin á, bara útfæri föllin á ákveðin hátt, við erum ekki að skrifa það sérstaklega inn. Útfæri föllin, eða mögulega, ef þetta væri sett upp á einhvern tægilega contained hátt, hér er abstrakt klasi, búið til tvo klasa, báðir útfæri sér föll, en þið gera það pínu mismunandi eftir þessari lýsingu. Hér er yfirlýsing á stack, búið til linked stack annars vegar og array stack hins vegar, ég veit það ekki, eitthvað svona. Það eru alltaf mjög skýrar lýsingar á svona, þannig að þetta er ekki eitthvað sem þið þyrftu að kunna fyrirfram, en ég myndi alveg, það er til dæmis önnur pæling ef þið eru að vinna með kviklugufylkin, þú veist. Þið viljið útfæra hennar vektor með array, við vorum með eitthvað annað sem við vorum að pæla í áðan, en til dæmis útfæra Q með array, það er ekkert vond þjálfun, það ætti að vera verkefni sem þeir eru fljót að gera ef þeir eru búin að læra listana þokkalega og arrayin þokkalega og hafið, þú veist, klukkutíma eða 2 til þess að þjálfa ykkur og eru að undirbúa ykkur undir próf. Að þá er ekkert vitlaus hugmynd að fara og segja
best að prófa hvort ég geti útfært queue og stack með array í staðinn fyrir með linkuðum lista, sjá hvort það sé nokkuð mál. Stackin til dæmis mjög auðveldur, því að þá þið bara alltaf að fara fram og tilbaka. Queuein getur verið flóknari því þá þið annarkvort að endurraða öllu eða það sem sniður að nota það sem heitir circle buffer og fara í hring, en þú veist. Þjálfun, prófið þessa hluti, bara til að þjálfa ykkur. Ef ykkur finnst þið mjög flóknir þá mjög ólíklegt að þið verði prófspurning því ég ætla að passa að þetta sé ekki eitthvað sem úr hófi fram flókið. En það ekkert að því að þjálfa sig í hlutum sem aðeins flóknir heldur en það sem þið fáið að prófi. Þá þið bara betur undirbúin. Frekari spurningar út í erfðir. Annars vegar erum við með þessa abstract pælingu og hins vegar erum við með þessa klassin hefur sömu virkni pælingu. Í báðum tilfellum þetta bara sami syntaxin, erfðir. Nei, ég gerir ráð fyrir public erðum. Skulum gera ráð fyrir public erðum. Þið þurfum að þekkja hvernig virtual föll. Nú höfum það bara skýrt í þinni. Þekkja hvernig virtual virkar. Hver vil ekki? Það geta alveg komið eins og þar. Að því við fórum í það, við skoðum það, ég vil að þið skiljið þetta, en við skulum gera ráð fyrir í erfðunum að, þú veist, virknin þurfi bara að virka og private erfðir og protected erfðir hafa engin áhrif á virkni aðra en þá að í rauninni takmarka hvaða hlutir hægt að sjá þetta frá. Og við skulum ekki gera ráð fyrir því í forriti að erfa öðru sem public, því að virknin mun virka. Hitt allt snurfus eftir til þess að passa upp á að eitt klasi hafi ekki aðgang. Þannig að við viljum þekkja hvernig virtual virkar og höfum það þá inni. Við viljum þekkja hvernig public, private, hvernig eftirfarandi, eða bara þekkja eftirfarandi, svona public, private og protected. Þannig að við skulum þekkja þetta, hvernig þetta virkar, hvað protected til dæmis gerir. Það gerir það verkum að erfðiklassin hefur áfram aðgang að hlutum en það private út á við. Það að segja einhver sem býr til tilvikaklassinu getur ekki nota protected hluti eins og það verður private. Einhver sem erfir klassi eins og það getur nota protected hluti eins og það verður public. Þekkja bara þessa hluti. Þekkja virtual, þekkja pure virtual líka. Þú veist, hvernig þetta virkar, hvernig við notum það. Skilja að klassi sem með einhverju pure virtual falli þar með orðin abstract klassi og ekki hægt að nota neður svona erfan og útfæra fallið og þar fram til götunum. Þannig að það ágætt að þekkja þessa hluti. Fórum við ekki erfðirnar á undan recursioninu eða fórum við ekki í hinni röðinni? Þessi skiptir engu máli. Upp á þessa yfirferð hérna. Recursion. Hversu mikið recursion að segja? Þjálfa sig í að framkvæma reikniaðgerðir endurkvæmt og lista endurkvæmt, eða framkvæma listaaðgerðir endurkvæmt. Þetta það sem þið þurfið að þekkja og bara, veist, þekkja base case möguleiki í spurningum að það kæmi. Hér recursive fall sem á að gera eitthvað, en það virkar ekki. Hvað það sem vantar í það? Veist, þá getið þið sagt annað hvort það vantar base case í það eða það vantar að return einhverju eða eitthvað svoleiðis. Síðan sjáum þið þar með á því að ef við lagfærum það, ef við setjum inn einhvern base case, að þá það að fara að framkvæma einhver reikniaðgerð og geta þekkt hversu reikniaðgerð Ég sáu þetta á hlutaprófi, þar sem var spurt hvað gerir þetta við hennar lista og það sem það gerði var að taldi A í ákveðnum parti af listanum. Við sjáum þetta held ég í lokaprófinu, þar var spurt hér einhver reikniaðgerð en hún virkar ekki, það vantaði base case-ið inn í það, þannig að það voru nokkrar spurningar. Hvað vantar? Og svarið er bara að það vantar base case-ið.
hvernig myndi það líta út ef þið lagfærið það, þá þurfið þið að bæta base case-in í og síðan hvaða reiknið að gera framkvæmur þetta. Og þú veist, það er eitthvað eins og prófmert eða eitthvað svoleiðis. Og fórstu einhver eins og Axis? Á prófi? Að labba lista og bera saman ákveðna parta eða svoleiðis sem recursive verkefni. Mér finnst það ekkert fjarstæðukennt. Er konsensus það að það hafi verið óþarflega stórt eða flókið verkefni á því prófi þegar það var eða Axis sem sagt. Þarna það er ekki loku fyrir það skotið, það geti verið dæmi þar sem þið þurfum að taka strengi og bera það saman og beða þeim að gera það recursivt, hvort það verði akkurat Axis eða Elfish, en hugmyndin þar er í rauninni bara við erum með strengi. Ég myndi hins vegar bara taka skýrt fram eða það væri einhverja kröfur að það væri gert á ákveðinn hátt. Ég bakkaði í rauninni með það, mér fannst það flottar útfærsla, vera ekki með einhvern index en ég hafði ekki ágjörð því, ég ger aldrei svoleiðis kröfu held ég á lokaprófi, eða ekki held ég mun ekki gera svoleiðis kröfu. Ef þið þurfa að labba einhverja lista þá getið þið valið hvort þið gera það með því að í rauninni labba áfram stökin í listanum eða vera með einhvern index sem að fer í það ef það er array listi. Ef það er tengdur listi ef þið ætlaði að recursa hana þá sjálfsögðu verði að gera það með því að labba á næsta link. En eins og það er gaman að nota while-looper inn í linkju inn í recursive. Já, og vegna þess að ég baði ekki sérstaklega annað heldur en að veri notað recursion, að þá þurfti í rauninni bara á því að halda annarkvort samanburðurinn við styttri strengin eða samanburðurinn við ytri strengin, eða hlaupið á ytri strenginu væri recursive. Þannig að það var gildlaust þar að það væri recursion. Ef ég myndi vilja hafa Axis eða eitthvað svipað á það og gera sterkari kröfu um recursion, þá myndi ég bara taka það skýrt fram. Og þá myndi ég bara vera með skýrari lýsingu og segja bara, hér eru tveir listar sem þarf að bera saman, það þarf að labba báðir þessar listar recursivt. Þetta er innri lúpa og ytri lúpa, báðar verða að vera recursívar, það mega engar while eða for lúpur vera notaðar, þá myndi ég bara koma með brjálæðislega skýra beiðni um það. En endilega, það finnst mér mjög áhugavert verkefni. Farið aftur í það og gáðu hvort þið getið útfært það án þess að kíkja á lausnina og skoðið síðan lausnirnar á munina og berið það eins saman og pælið í annars vegar fully recursive lausninni sem mér persónulega finnst vera styttri og snyrtilegri heldur en hitt. Og það sem er kannski mikilvægir í því verkefni var fór maður alltaf lengri listan fyrst og var svo að telja í honum hvað úr styttri listanum kom eða gerði maður stuttalistan, það er að segja elf-partinn eða exið að ytri lúpunni og það var í rauninni lykillinn að því að þetta yrði miklu stitturþægilegra. Lausnirnar mínar voru önnur þar sem að vera í kursa á ytri strengin og í innri strengnum var einhver rosa while-likju súpa sem var að tjekka á elfinu. Í hinni lausninni minni að þá var það elfið eða exið sem var ytri lúpan og þá var þetta miklu meira kompakt. Þannig að pælið í svona hlutum, ég finnst það mjög áhugavert verkefni eftir á núna fyrir ykkur til að þjálfa ykkur í, bara upp á að skoða þessa hluti. En mér finnst það ekkert fjarstæðukennt verkefni að svoleiðis geti komið á prófi aftur. Svaraði þetta spurningunni þinni. Þannig að labba lista endurkvæmt, muna base case, rétt skilagildi, hafa þessa hluti í huga með recursjoni. Einhverjar spurningar út í recursionið, aðrar? Er einhver sem man eftir öðru sem við höfum tekið fyrir en bara síðan BST-treiði næst og síðan hashmaps? Er ég að gleyma einhverju úr námskeiðinu, svona kjarnaefni? Hvað segirðu? Já, map og set bara sem hugmynd sem er í rauninni það sem við tókum með BST-treinu þannig séð og síðan með hinu. Já, og standard template libraryð. Ok, það eru þá 3 hlutir sem við þurfum að skoða hérna. Hendum hérna bara inn binary search tree. Já, aftur hér eru bara eins og í listanum, pæli í hnútunum, pæli hvernig þeir virka, pæli hvernig þeir vísa í subtréð og hvernig hver einasti hnútur er í rauninni tré út af fyrir sig. Einn hnútur er tré, hann getur verið subtré í stærra tré ef þetta er ekki rótin, en ef þetta er rótin í aðaltrénu, í rauninni strúktúrun okkar, trístrúktúrun okkar, allt sem hann gerir er að hann bara veitir aðgang að einum tilteknum hnút sem er pointer á root
og node pointerinn root tréð okkar. Þannig að muna það á sama hátt í listanum að nóðan sem slík listinn, eða nóðan sem slík tréð í þessu tilfelli. Ef við förum síðan í cursivt og förum niður í root bendir á left eða node bendir á left, að þá erum við aftur með aðgang að heilu tré. Það subtré í trénu sem við vorum með, þannig að það sem binary search tré gengur út á að segja ég að leita að einhverju tilteknu staki. Ég ekki búinn að finna það í hnútnum sem ég á núna, þannig ég veit að það annarkvort í hægra subtrénu mínu eða vinstra subtrénu mínu. Og síðan kalla ég bara recursivt á annarkvort samanfallið fyrir node bendir á left eða samanfallið fyrir node bendir á right. Og sá hnútur núna bara heilt tré og ég veit að það sem ég að leita annarkvort í því tré eða ekki til. Þannig ég get ignorað restina af trénu. Þannig að hnútur einn og sér líka tré. Hann gefur mér aðgang að heilu tré. Og ég smám saman bara að minnka vandamálið mitt með að segja ef þetta ekki hér, þá þetta annarkvort vinstra megin eða hægra megin eftir hvort þetta stærri eða minna. Þá fer inn í vinstra subtré og ég búinn að minnka vandamálið. Ég smám saman að nálgast lausnina. Nú ekki þessu trénu sem skilgreint með þessu node. Ef þetta ekki hér, þá annarkvort fer ég left eða right og þá kalla ég á samanfallið, þannig að node núna orðið það sem var node left og þar með ég búinn að minnka vandamálið. En ég alltaf að kalla á fallið fyrir heilt tré. Tréð sem skilgreint af nóðunni node hverju sinni og þar með gefur það aðgang á öllu subtrénu. Þannig að hafa þessa hluti í huga almennt með binary tré, hvernig nóðan virkar og síðan náttúrulega bara útfæra set með BST. Þar eru föll eins og add sem tekur bara inn data, move sem tekur inn data og muna þá að undir remove erum við með þessa remove node pælingu og hvernig það sett upp nákvæmlega hvort þið notið pointer reference eða hvernig þið gerir það. Undir þessu þarf að fjarlægja þessa nóð og þá þarf stundum að endurtengja tréð til þess að þessi nóða fari út og það þarf að gera það á mismunandi hátt og þekkja þessa hluti og find data. Þetta annars vegar hins vegar útfæra map með binary search tré. Þá erum við með add key og data. Við erum með remove key og við erum með find key sem skilar data. Þetta óþægilegur syntax. Findið skilar einhverjum gögnum, removeið hendur út einhverjum gögnum byggt á þessum lykli og eini munurinn sá að við getum faktískt síðan sagt að set map nema bara það sem key og data sami hluturinn. Ég gleyma einhverju sérstöku í útfærslunni á binary search tré. Síðan bara líka labbatré, in-order, pre-order, port-order, þekki þessa hluti kunna að gera þetta. Það er almennt bara binary tré, ekki bara binary search tré. Útfæra set með BST, útfæra map. Við þurfum að þekkja þessa hluti, þekkja þessi föll. Ég geti fengið hvort sem set útfærslu eða map útfærslu af binary search tré og þurft að bæta inn hverju af þessum föllum sem add, remove eða eins og var í hlutaprófi remove node eða find. Mögulega getur við fengið útfærslu gefna þar sem remove node útfært en þið þurfa að útfæra remove partinn sem þá í rauninni bara ákvarðanatakan hvernig ætla ég að ákveða hvert ég fer eða þess háttar sem faktískt séð svipað á find, þannig að það alls konar útfærslur af þessu og hvort ég geti nota sama find fallið eða hvort útfærslunum þannig að þið þurfa að nota pointer reference í öðru tilfellinu en ekki hinu eða eitthvað. Þannig að einhverjar spurningar varðandi binary search tré. Skoðum hérna tables. Og ég veit ég að skilja eftir STL, ég ætla aðeins að taka það fyrir.
eftir á. Þannig að hash tables, þar erum við, er eitthvað sérstakt það að segja. Við útfærðum map með hash tables, þar sem við erum með insertu þetta. Ekki endilega. En að mörgu leyti þá mætti segja að sé kannski pínu trikki því það ákveðin svona research partur á því að útfæra hashfall nema þessi gefin einhver mjög skýr lýsing á því hvernig það ávirka. Þannig að heilt yfir bitastæðara í þessu að skoða þessi föll sem vera að setja inn eða finna hluti eða eitthvað svoleiðis. En ekki hvað gerir hash fall gott. Ég vil að þið þekki það allavega og getið svarað spurningum um það. Jú, ekki gera ráð fyrir að útfæra hashfall. Skulum bara segja það hér með. Ég vil að þið gerir ráð fyrir því að þið geti verið spurð um það hvað gerir hashfall gott og hvers vegna og geta svarað því þá að ástæðan fyrir því að hashfall á að dreifa gögnum jafnt til þess að það fari færri hlutur í hverja fötu. Það getur pínu lýst þekkingu á því hvers vegna hashfall á að vera ákveðin hátt og skilningi á því hvað það er sem að gerist á og hvers vegna gagnagrindin verður betri þá. Ekki beinlínis einhverjar aðferðir. Meira bara það sem gerir hashfall gott er að það dreifi gildum jafnt og það séu ekki mikil munstur í gildunum. Þannig að jafnvel þó að þessi deilt með einhverjum ákveðnum tölum og þá fara þau heldur ekki þá að dreifast alltaf í sömu föturnar. Þannig að dreifingin sé góð og ástæðan fyrir þessu sú að ég vil að það fari sem fæst stök í hverja fötu. Þannig að 2 lyklar, það sé sem minnstar líkur á því að 2 lyklar hashist í gildi sem endi í sömu fötu. Nóg útskýring að kunna þetta og skilja hana. Síðan vorum við hérna með útfæra map með hash table og þar erum við með þetta. Við getum bara tekið þetta hérna í heild sinni því þetta á bara við hér. Við erum nákvæmlega sem við föllin, þetta er aftur map, add með key og data, remove með key og finna á einhverjum key og skila datanu. Og rebuild. Hérna skoðum við rebuild fallið á sama hátt og þegar við erum með kviklegt fylki að þá þurfum við að skoða möguleikann á því að þurfum að endurúthluta minni. Hins vegar í listum er engin endurúthlutun minnis vegna þess að hver hnútur er tekinn frá fyrir sig og að sama skapi í binary search tree við erum ekki að gera ráð fyrir til dæmis endurbalanseringu, endurröðun á tré, heldur bara að bæta inn í það og taka út úr því og það byggist bara upp eftir því hvernig gögnin fara inn. En hash table þurfum við að kunna rebuilda. Þannig að hvert af þessum hérna föllum gæti verið bitastætt og áhugavert fall fyrir mig að biðja ykkur um að útfæra. Að útfæra á prófi. Og að lokum standard template library. Í rauninni væri bara einhverjar prófspurningar eins og að velja gagnagrindur. Þetta væru almenn forritunarverkefni. Að nota iterator og það er möguleiki að ég muni ekki gera kröfu um það að verði hlaupið eftir einhverju gagnagrind með iterator frekar en öðruvísi, þannig að þekkið hann. Svo er einhverjar spurningar út í STL almennt. Sem segi ég vil að ég kunni að nota map, set, vektor og ég kunni að iterata yfir alltaf þessu þar sem á við að iterata. Stack. Map set, Q-stack vektor er þetta ekki það helsta sem við höfum notað. Priority queue líka á sama hátt og set þarf að passa upp á að gögnin séu raðanleg. Ég vil að kunna að nota priority queue úr standard template library, þið þurfa ekki að kunna að útfæra priority queue þó að þið muni sjá svoleiðis spurningu á, eða nemandi hafi séð svoleiðis spurningu á lokaprófi annarkvort frá 2014 eða 2015, þá er það ekki eitthvað sem við erum að skoða.
Já, þekki ég þær. Map. Og varandi unordered versus ordered, ég held að mun ekki hafa neinn áhrif, en jú, náttúrulega unordered map er hash og venjulega mappið er BFT. Þannig að hendur þessu bara niður fyrir hérna, segjum map, þannig líka set, getur litið sem svo á þessi BFT, map er BFT og svo multimap, unordered map og unordered multimap. Málið er að með því að þekkja þessa hluti, að þá getur þið einfaldað ykkur rosalega mikið að fá ákveðna hluti á ákveðin hátt, senda inn í það og fá aðeins betri tímaflækju og svona, ef það er beðið um það, þú veist. Ef þið þekki ekki allir þessu hluti, þá í flestum tilfellin getið þið bjargað ykkur á einhverju. Nema ef þið fáið verkefni þar sem þið eigið að henda inn einhverjum gögnum og síðan eigið að fá þau röðuð út, að þá getið þið nota vektor og leigja síðan yfir því að einhvern veginn umræða þeim og leiða henni út og möndla með það. Eða þið getið bara vita að set eða map er miklu betri aðferð til þess. Þannig í flestum tilfellum gætu þið bjargað ykkur á mjög fáum af þessum gagnagrindum. En það myndi koma sér betur fyrir ykkur að þekkja þér fleiri. Því ef almenna forritunarverkefni gerir ráð fyrir einhverju röðun eða einhverjum hlutum sem gerir ákveðin hátt, að þá einfaldlega verður þið bara miklu fljótari að útfæra þetta með því að þekkja allar þessar grindur. Ef þú þekki binary search tree vel, mér finnst það dálítið að, já, fyrir utan kannski arrayin sem slík, en binary search tree er flóknari útgáfa af því sem listar eru að gera og prófa. Finnst mér, flóknari nóðið þannig séð. Tvítengdur listi með ákveðnum hlutum sem þarf að hugsa þessi current nóða og það að hlaupa tilbaka, en ég finna, hugmyndin er náttúrulega svo að þetta byggir hvert öðru. Byrjaði að nota kvikleg fylki til aðeins að fatta pointera á úthlutun minnis, svo fyrir við listan öll að skilja hnúta á hvernig pointerarnir á næsta hnút virka. Tréð, recursion tökum við í millitíðinni vegna þess að þegar við förum í tré, þá vissulega þurfum við að tengja hluti eins og í listum, en við þurfum að gera öll search-föllin að þetta dóti recursivt. Þannig að binary search tree, já, það inniheldur hnúta, það inniheldur recursion. Veit ekki með erfðirnar, við vorum ekki beint að taka því sérstaklega fyrir, en ef þú ætlaðir að gera binary search tree sem að getur útfært annars vegar map og hins vegar set og eitthvað svona, þá ertu komin inn í erfðir í það líka. En jú, þannig að þið náttúrulega farið bara í þetta, sumir munu vilja þjálfa sig alveg frá byrjun í hverju fyrir sig, en ef ykkur líður eins og þið séu með nokkuð góð tök á mestu hérna, getið þið bara þjálfað ykkur í binary search tree og hash tables og liðið eins og annað dót sé innifalið. Tíminn er búinn hjá okkur, þannig að ef það er einhverjar spurningar eða eitthvað sem ykkur finnst ég verið að gleyma þetta, aftur ég ætla að taka það fram og þó ég hafi gleymt einhverju í þessari umfjöllun per se, að þá er það, eins og stendur hérna efst, kennsluáætlunum MySchool, glærupakkanum í hljóðglærunum og allt sem ég segi í fyrirlesturum. Það er lesefnið okkar, það er efnið sem við erum að fara með. Og segjum þá verkefnislýsingarnar, það sem er gert í verkefnunum, það sem var gert á prófunum og það sem er í kennsluáætlunum MySchool og glærupakkum í hljóðglærum. Þetta er lesefnið ykkar og þið verðið bara að vinna með það eins og ykkur endar. Ein spurning. Jú, alveg rétt. Það var eina sem er eftir hérna að það er hvað er þetta aftur? Tímaflækjur og það er bara það sem er þarna í seinustu fyrirlestunum hjá okkur. Þannig að ég hef ekki tíma til að segja fleira en það. Fyrst og fremst sem krossar, en möguleiki á því að segja ég vil að þetta sé útfært með gagnagrind þannig að tímaflækjum verði ekki meiri en so and so og þá þurfum við pínu að þekkja hvaða gagnagrindur virka á hvaða hátt. En ég skal gefa nánari listan á því. Það er fólk farið að bíða hérna, þannig að við langar bara að þakka ykkur fyrir önnina og óska ykkur góðs gengis í prófinu. Sjáumst aftur.